flott þá erum við komin í upptöku af þessu. Við ætlum að fara yfir æfingapróf 2. Það verður þarna próf á varðandi svona flæðirit, það sem við höfum verið að gera aðalega. Og þetta þá próf 2 sem við erum að fara að skoða efni fyrir. Og í flæðiritinu þá vorum við að setja inn svona skilyrði hérna inn á milli. Og ef að texti var fyrir ofanstrik, þá voru einhver fleiri skilyrði heldur en eitt. Kannski í stigariti voru einhver raðtengt skilyrði til dæmis sem við vorum að setja inn. Og þá, annars, ef það bara variable, þá kemur textin undir. En það fyrsta spurningin hérna þetta að lýsa því sem gert á valmynd hérna á mynd 1.1 til að setja inn 2 eða fleiri skilyrði fyrir að næsta skref komi inn. Og þá þurfum við að velja transition section, það þetta hérna, transition section. Og þar á eftir, þið þurfum ekkert að bæta þessu við, en þá kemur á eftir að maður þarf að smella á edit, og velja þá hérna líka hvaða tegund af formi við að vera með, hvort þetta á að vera stigarit, hvort þetta á að vera flæðirit eða skipanalisti eða struktúraður texti, eitthvað svo það valmynd, það valið þarna þessari leið sko. En svarið rauninni bara þetta að merkja hérna við, merkja við transition section. Þá setjum við fleiri en eitt skilyrði, þess að 2 eða fleiri skilyrði. Þannig að það væri nóg að svara því að velja transition section. Ok, þetta var það. Og eins gæti líka verið spurt hérna hvað gerum við til þess að láta tölvuna byrja á fyrsta skrefinu, að það var að haka í initial step. Það er líka þarna í einni valmynd. Og eða maður tvísmellir á þetta hérna, á þennan fyrsta kassa. Þá getur maður, þá fær maður val það að velja hans sem initial step til dæmis. Í öllum þessum aðgerðakossum. Þá fær maður þann valmöguleika, en oftast þá veljum við bara efsta kassan sem byrjunarkassa eða upphafsskrefið og þá haka maður við initial step. En ok, hér gerist ekki neitt í þessu skrefi hér. Þegar við setjum tölvuna á run, þá fer hún bara í þetta AA upphafsskref og síðan ef að einhver hlutur sem að fer í gang, ef eitthvað stæði hérna, eins og til dæmis hérna fyrir neðan, ef að rautt ætti bara verið í gangi í þessu skrefi hér, að þá kæmi texti hérna non sjálfkrafa fyrir framan. Og þá væri það, myndi þýða það að þá væri þessi hlutur bara inni á meðan að skrefið virkt, á meðan það grænt sko. Þetta skref í gangi. En við byrjum á þessu þannig að eins og ég segir í textanum að þegar við þrýstum á S1 sem lendir bara sem variable, segir hérna, smellum á S1, sem sagt, að rautt fer kemur inn í 10 sekúndur þegar þrýst á S1. Ok, setjum S1 og þá fer S, sem sagt, við erum að setja set fyrir rauðaljósið, set og rautt, við kalla þetta bara útgang fyrir rauðaljósið, bara rautt, og síðan kemur tímaliðin inn í þetta, þá það DE fyrir delay og svo nafnið á tímaliðanum
og í rauninni þetta bara þá tímalega útgangur sem við getum sett á hérna næst sem variable undir næsta skilyrði. Svo setjum við tíman, þetta skráist svona inn í flæðiritinu, en í forminu sem við setjum þetta inn í, þá þessi tími sko í miðjunni. En það breytir ekki öllu. Það bara eðlilegast að sjá þetta svona, tíman skráðan síðast í línuna, eins og það gert, eins og þegar maður sér það í þessu útliti. Já, það hérna expanded view þetta kallað. Og þegar að tíminn liðinn, þessar 10 sekúndur, rauða búið að vera inn í 10 sekúndur, að þá verður tímalega útgangurinn virkur, svo að hann slekkur rauninni á þessu skrefi, en rauðaljósi helst áfram inni vegna þess að það búið að gefa set skipun hérna. Þannig að rauðaljósi helst inni með gula ljósinu, en hérna kemur þá gult með rauðu, og það sem við myndum sjá í forritinu væri það að það stæði none hérna fyrir framan gult. Ég sleppti bara að skrifa none fyrir framan gult, því að þið þurfa ekkert að gera það. Það alveg óþarfa að gera. Hvað segirðu? Hvað þetta sem út í núna? Já, það allt í lagi. Það allt í lagi, Arnór. Þú bara fylgist með okkur. Allt í lagi. Ég merki við þú eftir. Ég beið bara eftir þér. Það allt í lagi. Ég var bara að spæða hvað sem vorst að gera. Já, ég að fara í æfingapróf sem á innunni. Hérna æfingapróf, það mjög neðarlega undir efni í innunni. Það æfingapróf númer 2. Prófa að hlaða því niður. Þá færðu þetta skjal sem ég að vinna í. Ok? Já, ok. Allt í fína. Þá held ég áfram. Og eftir að gula ljósið, gult með rauðu komið inn, þetta skref komið inn, þá byrjar tímaliðið hérna að telja í 2 sekúndur. Þannig að þá bæði rauða og gula ljósið inni í þessu skrefi, C1. Og þegar að þessi tími búinn, þessar 2 sekúndur liðnar, þá fáum við útganginn á tíma 2 hérna sem variable undir þetta skilyrði hérna. Og þá setjum við reset hérna á rautt til að slökkva rauðljósinu. Í þessu skrefi græna ljósið eingöngu í gangi. En ef að ég hefði sett hérna sett á grænljósið, þá hefði þurft að setja reset á það í næsta skrefi. Og ef ég hefði sett á gult eftir græna, þá þyrfti ég að setja reset bæði hérna, reset á gult eftir græna hér og líka reset á gult eftir græna hér. En að því ég set ekki set á þetta hérna á gult eftir græna og ég set ekki set á græna ljósið, þá þarf ég ekkert að setja reset eftir að þetta skrefið inni. Til dæmis, þegar græna ljósið inni, það á bara að vera inni í þessu skrefi hérna D1. Fyrst slokknar rauðljósinu og auðvitað dettur gult með rauðu út af því að það ekki sett á því. Þannig að bara eftir tíman þá bara slöknast á því? Já, akkurat. Okay. Af því að þá fer þetta skref út. Og þá þurfum við bara að muna eftir því að resetta rauðljósið hérna, áður við setjum græna ljósið inn. Ja, ég meina það skiptir kannski ekki allir máli í hvaða rauð við gerum þetta, en þetta gerist það hratt. En svona, já, rauðljósið á að fara út og svo kemur græna ljósið inn. Og svo vantaði mig bara pláss hérna til að skrifa þetta inn, delay, senkunin hérna, delay. Það þá tími 3
og þá setjum við sem sagt, hvað grænljósi á að vera inn í langan tíma. Það er T x 5 sekúndur og þá er útgangurinn hérna á tímaleiðanum, tími 3. Þegar hann er orðinn virkur, að þá setjum við E-skrefið inn, E1 hérna, og þá kemur gult eftir grænt inn og þá slokknar sjálfkrafa á græna ljósinu, því að það er bara inn í þessu skrefi hér. Svo að hérna, þá látum við gula ljósið gult eftir græna, þá látum við þann hluta vera inni í 2 sekúndur. Það er þá tími 4. Og þegar að sá tími er liðinn, þá getum við valið hvort við förum hérna beint niður eða niður hérna til hliðar. Með það að þá setjum við útganginn á tímaleiðan, tími 4 hérna, undir þetta skilyrði hér. Og þá myndum við hoppa yfir í það að rauðaljósi komi aftur inn. Og þá merkjum við hérna B1, því að þá kemur rauðljósi strax aftur inn og ferillinn bara endurtekur sig alveg þar til að við myndum íta á S2. Því að svo er sem sagt í fyrirmælunum stendur að rautt kemur inn og ferillinn byrjar aftur nema að S2 sé virkjaður og ferill fari í upphafsstöðu. Og þá er þessi upphafsstaða, það er merkt semst AA hérna. Og þá myndum við setja S2 sem variable hérna og þá myndum við hoppa upp í upphafsskrefið sem er merkt AA. Þannig myndum við leysa þetta. Og þannig virkar þetta svo satt þá og eitthvað svona kemur til með að púsla saman, bara með því að skrifa inn í þessa reyti. Einhverjar spurningar varðandi þetta frekar? Kannski bara setja upptökuna inn og við getum farið að snúa okkur á einhverju öðru. Einhver sem að mótmælir því. Verður það næsta próf bara svona flæðirit? Já. Ég ætla bara að hafa það svona almennt úr þessu efni sem ég er búinn að fara í núna. Hvenær er prófið? Er það í næstu viku eða? Það er í næstu viku á föstudeginum. Okay. Kemur það sé ekki bara ágætlega fyrir ykkur. Svo við höldum áfram í verkefnunum fram að því og notum flæðiritin áfram eitthvað. Já. Já. Heyrði, þá hérna segjum við það og hérna þá slekk ég bara þessar upptöku. Stop recording.